Úr síðasta þætti. Súsanna setur fram nýjar bekkjarreglur sem erfitt reynist að fylgja. Sú fyrsta til að sitja eftir Sigga sem mætir svo ekki aftur í skólann. Hvað gerðist í raun og veru í eftirsetinu? Sigga raunverulega veik? Góðan daginn, kæru foreldrar. Nú eru nemendur í 9. bekk að verkefni í lífsleikni þar sem þau eru að þykjast að ég sé skrimsli og ég sé voðalega dónaleg við þau og nenni ekki að kenna þeim, en þau eru reyndar bara í laumi að taka upp viðbrögðin ykkar svo verið bara með hissa og leiki bara með. Já, það útskýrir ýmislegt. Hann Símon var einmitt að ræða þetta við okkur hjónin í gærkvöldi. Já, okkur var sagt að segja brugðið. Við heldum að hér verður bara allt í steik. Það er nú gott að ykkur sé nú byrjar á þessu. Hann setti svo vel hann Símon ykkar, alveg fyrirtaksnefnandi. Einnig hjá mér tekist við að fá gamla skólann minn, get ekki nefnt hann er samt mjög flottur og einkareikinn skóli, til að taka úr okkur nemendum hérðan í sérstakt námskeiðsprógram sem er aðeins ætlað framúrskarandi klárum krökkum. Er að ræða heimaverkaskóla, þar sem allt er innifalið. Við telja að færa þeir námsárangri, hver fara og hvenær fara í námskeiði. Það gæti gerst alveg fyrirvaralaust sjáum til. Ég hringi svo bara í ykkur eða lasta pláss og þau bara verða að skólanum fram að jólum. Fáðu ekki einu svona að fara heim til sín og pakka sér niður? Nei, eins og ég segi, þá er það allt innifalið. Matur, skólabúningar, bara allt. Það er heldur ekki hægt að hafa sambandið nema einhvern tölvupóst sem ég kemur alltaf til þeirra. Það er gert svo nemendur geta einbeitt sér á náminu og unni í persónusamskipti sín á milli. Ekki bara allir fyrir þetta? Ertu að segja mér að ég þurfi ekki að heyra nöldri yfir heimalisturinn alveg fram á jólum? Brilljant! Það var bara vel! Það er mjög mikilvægt að börnin viti ekki að þessu fyrr en þau komast inn. Þetta er óvæntur glaðningur og við viljum að nemendur vinni fyrir sínum stað í skólanum án þess að vita að þessu svona flott verðlaun í boði. Þess vegna legg ég til að börnum er einfaldlega tilkynnt veik þegar þau eru svo heppin að komast inn á námskeiðið. Já, auðvitað er þessum að segja ekki neitt. Það er bara ágætt að þið vitið að því að Sigga var einmitt svo fyrsta sem náði að fara námskeið í bekknum. Með toppengunir og einstaklega vel uppalinn. Ég var nú einmitt að tala við Arnþór og Konráð daginn og þau eru svona líka ánægð með þetta. Ekki satt? Jú, heldur betur. Hún hefur alltaf lagt sér mikið fram, stúlkan okkar. Við erum svo stolt af henni. Frábært, en takk fyrir komin allir. Aldrei að vita hverju kemur næst inn. Ég var nú ekki alveg viss með hennan kennara á hún ég kom á fundin. En hrikalega er hún flott og metnaðargjörn. Já, heldur betur. Hún er alveg greinilega að taka náminu þeirra föstum tökum og til hamingju með hana Sigga ykkar, þið hljótið að vera svo stolt af henni. Jú, svo sannarlega. Og ég er viss að Helga ykkar fylgir fast á eftir. Já, og Símon þetta. Við sjáum til. Við verðum líka bara að vera duglega að hvetja þau áfram án þess að gefa upp hver verðlaunin eru. Já, nákvæmlega.